Haukabretti. Góðan og blessaðan daginn, kæru Íslendingar, nær og fjær á þessum drottins góða degi. Og verið velkomin í næst síðustu beinu útsendinguna okkar hér úr eldhúsi allra landsmanna sem í Bakó Ísberg í prógramminu sem við köllum Meistarakokkar í beinni. Þetta búið að vera mikið fjör og bara búið að koma hér hver meistarinn á fætur öðrum með frábæran mat og frábæra rétti, allt frá því að vera að elda eitthvað djúpsjávar dýr sem heitir risarækja upp í frábæra eftirrétti. Nú, Karl Örvarsson heiti ég er búinn að vera með ykkur hérna frá byrjun og í dag hef ég fengið tvo snillingar til mín, verið velkomni drengir. Takk fyrir það. Viktor og Hinrik. Viktor, þið eru báðir Ernir eða ekki? Jú, báðir Ernir. Viktor Örn og Hinrik Örn. Ég mundi nefnilega þetta Ernir allavega báðir, skilur þau. En hérna, hvað segið þið drengir? Þetta er bara ljómandi fínt. Hvernig er stemmingin í þessu mesta ævintýri sem við höfum lent í öll saman? Það er allavega nógu tími að vera að dytta af og þrífa og svona. Já, dytta og þrífa. Já. En þið eru líka að stabilisera, eða ekki hvað? Þið eru að gera Bugatti. Jú, nú erum við semst að opna sælgerðarbúð. Já. Bara rétt hjá ykkur. Já. Bitruhálsi 2. Bitruhálsi 2. Gamla ostabúðin. Gamla ostabúðin, maður. Já. Og það er sælkerðarverslun. Já, það verður svona sælgerðarverslun sem við leggjum áherslu á, semst að við erum náttúrulega með kjöt, allar sérvöru og mikið úrval af kjöti og grænmeti. Þetta verður líka sælgerðarverslun fyrir grænkera. Já. Og sósur og súpur. Svo leggjum við mikið upp úr svona heilstiftum matalausnum. Já. Matapökkum, elduðum mat, þannig að þú getur bara hringt eða sendt og fengið sendt heim. Skilði. Tilbúnar bara svona tilbúið matabóð. Einhverju sem ég get ekki klúðra sjálfur heima. Nákvæmlega. Stilla ofnin, heita aftur, allt klárt. Já. Þetta er svona pakki. Já, getur eitt meiri tíma á skíði með fjölskyldunni og svo bara farið matinn sendan heim og heitar hann. Og það þurfa ekkert að vera einhverjir 30 manns eitthvað, þú veist. Nei, bara allt frá 2. Allt frá 2. 2 og upp úr. Já. Þarna getur við valið bara steikaveislur og síðan líka léttari veislur eins og rif og kjúklingavengi og svoleiðis. Þannig að það er bara allur skalinn, sko. Já, þetta er alveg bara upp í bara svona casual, upp í gala veislu. Já. Og þetta verður væntanlega að finna á einhverju vefsíðu, þú veist, einhver Sælkerabúðin.is. Sælkerabúðin.is. Já, hún mun bara heita Sælkerabúðin. Já, við erum semst búin að opna núna svona, hvað segir maður, svona intro síðu. Já. Sælkerabúðin.is. Já. Og þar geta fólk skráð sig á póstlista. Þannig að þá inni hjá okkur 2000 krónur sem maður getur notað upp í pöntun. Við erum að gefa fólki pening núna í þessu erfiðu tímum. Fínt að vera að gefa pening. Við ættum líka að fara að gera þetta mitt hérna bak á Ísberg síðan, er þetta ekki snöggt að gera eitthvað þú svona, 2000 krónur innegg hérna og þú veist. Bara við réttum fólki þetta. Alla vörðna sem við erum hérna, þegið þið þess. Og síðan mun síðan opna bara örugglega á næstu 10 dögum. Við erum að leggja loka hönd á hana. Þá getur fólk bara strax byrjað að panta. Og svo mun búðin opna í kjölfari. Við erum bara, það er svo mikið að frítöðu núna. Það er erfitt að plata inn menn sem er alltaf, sko. Já, ég skil. Þannig að við erum að horfa svona á aðra vikunni í maí. En fyrsta aðra vikunni í maí opnar nýja sælkerabúðin á Bitruhálsi. Nýja sælkerabúðin, er það eitthvað? Já, ok. Það verður kannski, hún er ný. Næstu kennitölu. Já. Hvað erum við að fara að gera hér í dag? Við erum komin með grill aftur. Já. Yakitori grill. Spennandi. Já. Já, við erum semst með okkar uppáhaldsbita af ribbæinu. Þetta er semst sem við köllum svona ribbæsunda. Þetta er semst efsti parturinn yfir ribbæinu. Okkar mati bara algjört nammi. Já. Og við ætlum bara létt að grilla þetta og hafa mjög einfalt meðlæti með. Það er svolítið fyndið sem að nú get ég bara ekki, ég veit ekkert hvort ég smakka þetta áður eða ekki. Þú gert það. Ég hef örugglega smakkað eitthvað ribbæ en þú veist. Þetta er yfirleitt á ribbæinu, sko. Já, ok, þetta er á því bara. Þannig að við erum búin að taka besta bitann af. Svundun af. Já. Spennandi, herðu, og þetta ætlið að grilla. Já. Og bera fram með chimichurri sósu. Já. Og svona trufflu frönskum kartöflum. Trufflu frönskum? Já. Ég hef spáðið bara. Já, það er bara flottasti bitinn af nautinu, svo bara einhverja franskar. Nei, ekki einhverjar. Trufflu. Það er svoleiðis. Trufflu franskar, já. Heyrjumst á, ég ætla nú bara að vera hans til hliðar af því að yfirleitt er þetta sko bara ég og einn. Já. En nú eru þið 2. Já. Við erum svo litli, sko. Já, þið fjölmenn á þeirna. Þið eru nettir, sko. En en ég ætla svona bara að draga mig frá og þið getið byrjað og bara
Og fyrst þið eru með nautasteik, verðum við ekki að fá okkur aðeins hérna þá, kannski, hvað myndið þið drekka með? Burgundi. En að burgundivín með því. Og eftir kannski, Jó, þáttar, eftir. svona klingjum glasi. Þegar maður er aðeins búinn að koma sér í gang, hvað gerum við það? Það er bestu vínglöð sem fást eru hér í þessari búð. Nákvæmlega. Frá Schweissel, Við þekkjum þau og notum þau mikið. er það ekki? Nánast óbjótandi. Nánast. Heyrðu, meistarar, kjörum svo vel. Við byrjum. Ég ætla að byrja að gera hérna gljáan á kjötið. Við ætlum að gera truflumajónes. Þetta er mjög einfalt hjá okkur. Saxað smá graslög sem við ætlum að nota bæði í franskarnar og hérna í gljáan. Þessi gleys sem við penslum yfir steikina þegar við erum búin að grilla hana. Grillið voru vel heitt. Já, ég átti einmitt að segja það í byrjuð þáttarins að þessi þáttur væri ekki í beinni, hann var tekinn upp fyrir COVID. Því að við erum 3 í settinu og svolítið erfitt að halda fjarlæginn 2 metrar, sko. Nákvæmlega. Hefur þú notað svona grill eða? Nei, ég hef bara hreint og beint aldrei séð svona grill áður. Ég hef notað grill en ekki þetta. Þetta er sem sagt svona, hvað segir maður, svona japanskt, kallað yakitori. Já, Haukur var einmitt að grilla líka hérna rækjur á þessu. Þannig að þið veit allt um þetta grill, ég ætla ekki að fara að Nei, segja við töluðum nú ekki mikið um það. Þetta er nefnilega alveg gert hérna, maður er svolítið lengi að hita upp á því, en þegar það er orðið heitt þá er það alveg vel heitt og verður heitt bara einhvern dag, sko. Og þetta er eins og opn náttúrulega líka, sem sagt steinninn hitnar. Já. Og heldur hita. Og heldur hitnan. Þessi kol, eins og þau gefur miklu minni reyk. Það er misjænt sko, þú sér það eftir þegar við Þegar olían fer að drippa á þá kemur smá reykur, en þú getur líka fengið sko smoke-free kol, en ég veit ekki alveg hvort það sé til hérna á landi. Já. Þannig að Mér skilst að þetta sé nú hægt að fá hér í bak á Ísberg, en svo ætli þið líka að vera að selja þetta upp í búð eða eitthvað? já, það er planið. Við ætlum að leggja mikla áherslu á einmitt að vera að grilla og grillbakka og þannig að það er bara hægt að fá kólinn og grill hjá okkur. Það er miklu betra að ná hita í svona grill en nokkur tíma með fyrir litlum og svona kolla. Já, þetta er svona öðruvísi. Væntanlega. Þú er kannski fljótari með gasinu, en þetta er meira samt svona að þú ert að fara að grilla, þá er þetta svona skemmtilegra. Já. En gasið, þú veist, er bara klárt eftir. Þú fer líka lítið fyrir þessu. Þegar það voru heitt sem sagt þú ert búinn að grilla, þá ert þú ekki að fara að ganga frá þessu strax inn í geymslu sem sagt. Nei, Það er ekki alveg svoleiðis. ekki alveg, sko. Þetta verður alveg hérna, Það er svo standa þetta alveg verður alveg rautt alveg bara örugglega í 1,5 eftir, inn á sko. daginn sko. Já, einmitt. Þannig að þessi sósa sem við erum með hérna ofan á grillinu sem er þetta er hvað gleysið Þetta er bara gleys sem við setjum yfir kjötið, við erum búin að grilla það og ég setti smá, þetta er sem sagt bara rauninni kjötsósa eða hérna kjúklingasóð og nautasóð. Já. Setti það graslauk og svo er ég með hérna svona Ramson kapers sem er hérna svona, gefur mjög skemmtilegt bragð. Þá er basically þetta bara svona nokkuð ready sko. Já. Þannig að þá fer ég bara að snúa mér að grilla. Hann er að gera núna hérna chimichurri sósuna sem er mjög vinsæl núna. Chimichurri, er það til að hérna Það er svona, franskunum í það? nei, það er svona argentínsk sósa, kryddjurtasósa. Já, já. Við gerum með chili, hvítlauk, steinselju, olíu og sítrónu. Já. Og er svona aðeins léttari kostur heldur en kannski eitthvað bernesósa eða söfusósa. Það er svona létt þægileg steikarsósa. Það sem við erum að gera Passa vel með grillinu. Já. Já. Og þetta er bara svona léttur dinner hér núna. Já. Og hérna, sem allir getur gert heima á sér. Þannig, okkur finnst þetta langvægt, þetta er svona kokkasteik sko. Ég tek eftir því að kokkar, þeir eru voða mikið tattúr eða voða mikið strákar. Já. Er þetta eitthvað svona, er þetta trend í kokkabransanum eitthvað, hérna? Það fylgdi alltaf Jóa Felina í gamla daga. Já, fylgdi það voru Jói í gamla daga með. Jói Jói byrjaði þetta. Jói verður einmitt nota bene gesturinn, síðasti gesturinn hér á föstudag og sem sagt þá munum við sjá fyrirmyndina af öllum kokkatattúum nánast á landinu. Það er svo gaman að segja bara því að bakari skulle vera fyrirmynd allra kokka sko. Já. Svo er það maður, þarna hengdum við eiginlega bakara fyrir smið, sko. Já, allt þetta, sko. En, jú, þetta var svona ágætt sinn slag, sko, þú veist. Ég myndi þá eftir að auglýsa hver er gesturinn á föstudaginn. Og þarna er svundan komin á.
Já, Og það er náttúrulega bara salt og pipar, eða ekki? jú. Já. Svo erum við að tala um í þættinum í gær að svona ég sem svona þessi áhuga kokkur, Já. ég er alltaf tek alltaf að opna kryddskápinn og krydda allt í drasl einhvern veginn. Svo bara svona alvöru kokkar nota bara salt og pipar. Já. Það er að hæfa matinn í einhverju. Svona ferska jurti líka kannski, sér, ég ætla sem að leggja það yfir. Já, já. Það kemur rosa gott svona, þú veist. Já, ég segi ekki að þið notið það ekki neitt en svona, Já, ég tek alveg þú. Við erum ekki í season oilinu, sko. Nei, akkurat. Þannig að, séu hvað þetta er fljótt að grillast. Já. Það er Það er greinilega góður hlutur. Lyfta inn í, sína áhrifendum hérna inn í. inn í Þetta grillið. er fljótt að gera sko. Þetta er alvöru. Hann rífur og rífur alveg þetta, með rífið. Já, þetta er hérna. Það er sem sagt best, eða svona traditional leiðin er að gera sem sagt þessa sósu í svona morteli. Merja hérna jurtirnar og merja börkinn og Fá bragðið fram alveg. kemur fullt að reik maður. Þetta er svona skemmtilegasti smókurinn sem hefur komið hérna hingað til í þetta sko. En það er ekki reykur, þú getur það vitlaust sko. Það er ekkert að gera sko, það er ekki reykur sko. Það er bara svoleiðis. Frönskurnar komnar í djústengingapotinn. Það er komin í pottinn. Er þá truflu franskar? Nei, þetta eru bara venjulega franskar. Já. Blandaði með trufluolíu, salti, graslauk, parmesan. Kemur það eftir á? Já, hann kemur eftir á. Já. Og svo kemur svona truflumajónes yfir. Já, skil. Það er bara, þú veist, Gríðarlega spennandi. oftast er að kokka, þannig að ég tala kannski fyrir mig og örugglega Henrik líka. Já. Það er hérna, þegar við eldum heima, þá er það yfirleitt bara eitthvað sem að tekur bara 10 mínútur sko. 10 mínútur, Maður nennir já, ekki að já. vera hérna sko allan sunnudaginn að undirbúa eitthvað og greiða að gera. Maður vill bara hafa þetta mjög einfalt. Já. Þannig að hérna, helst geta verið búin að undirbúa eitthvað deginum áður. Þannig að eins og þessi sósa er mjög góð í það. Getur verið búin að, en þú sér samt hvað þetta er einfalt sko. Tekur samt ykkur 10 mínútur, tekur 20 mínútur heima. Við getum alveg sagt það svona fyrir hérna amatörinn sko. Já, ekki 20 mínútur En ég held að er ekki spáin bara sæmileg fyrir það snúið sömurdagur fyrst á morgun? Já. Er ekki bara ágætis veðurspá? Ég held það. Jú. Þetta er náttúrulega alveg bara fólk á príma. að flykkjast inn á síðuna núna og grilla á morgun upp í Gústaf Já. og Svölunum og hérna. Þetta er alveg toppurinn í það. En sko ég sé það strax, mér langar í svona grill sko. Þetta er alveg snöld sko. Þetta er geggjur grill. Gaman að eiga svona sko. Fyrir svona tækjakallinn þá er þetta algjörlega must, þó svo notir þetta aldrei sko. Algjört möst, já. Og svo má geta þess líka hérna aftan við okkur er sem mér finnst líka mjög stuð. Það er þessi litli vínskápur hérna. Já. Nú er búið að kynna fyrir mér sko eins og bara rauðvín, hvítvín er kalt, rauðvín er heitt nánast. Og kynnti maður alltaf bara við eldavélina. Já. Og þá var bara það volga rauðvínið en nú er þetta sko, nú er allt í búið að kynna fyrir manni sko Burgundi. Þá bara stillir maður hér á það. Ég sá að það voru 17 gráður sko. Nákvæmlega. Það er svona smá, maður finnur að það er smá svona kallt en samt ekki alveg ískalt sko. Akkurat sko. Þessi skápar, þeir bara setja þetta í bara réttan hita sko. Nákvæmlega. Þetta er bara snuð sko. Chimichurri sósan. chimichurri. Chimichurri. Já. Það er klár. Verðið þið sem sagt upp í Selkjaraverslun sem sagt hérna verðið ekki bara með bara svona grillveislur þar bara svona Jú, pakkar sem þú keypt, bara tilbúinir pakkar. Einnig með hérna tomahawk, chimichurri og smá svona smá öðruvísi sko. Já. Og með öllu koma eldunarleiðbeiningar. Þannig Bara að í þú... grillveislu bara tilbúin. Já. Og hérna, ef þú kannt ekki elda eins og tomahawk eða svona stóru steikur en langar að pröfa, Já. þá sendum við bara hérna upplýsingar og semst uppskrift hvernig þú eldar hana. Já. Alveg frá andlu. Bara svona einfalt alveg bara. Við skilur. Þannig að allir geta byrjað að prófa að kaupa þessu stóru steikur og svona. Þetta hljómar nú bara eins og hérna mjög skemmtileg viðbót á gastrónómí markaðinn. Já, þetta mun. Það er líka kosturinn við staðsendinguna sko. Þetta er svona út úr bænum, Já. út til Mosó, Nákvæmlega. Gráður, Grafarholt, við erum í Árbænum, Og nær bílastæði. nægur bílastæði. Já. Þannig að það er svona, já.
Já, þetta er mjög spennandi. Sælkerabúðin Bitruhálsi. Var ostabúðin. Já, gamla. Já. Við erum ennþá alveg síðan við byrjuðum hérna með lúksveitingar. Þá er alltaf búið að koma hérna fólk og banka á hurðina og er ennþá að leita á gömlu ostabúðinni. Það gerist bara einu sinni í viku, sko. Þannig að þá tókum við ákvörðun að hvort það væri ekki snauðugt að opna búðina. Já. Þannig að Hvað hefði verið svona á undan að malla ykkar? Þið erum alltaf búin að fara... Við erum með veislunustu sem heitir Lúksveitingar. Þið eru með lúks, já, það Já. er lúksveitingar. Það er meira kannski svona, við erum meira í svona fyrirtækjabúðum eða brúðkaupum, ásatíðum og svona þar. Og þetta var kannski svona okkar leið til að nálgast svona almúgan meira, Já. geta þjónust á honum meira. Skiljið. Þannig Lúksveitingar.is, þar sérðu sem sagt ef þú ert að vera að gifta þig. Já. Sem getur það vel gerst einhver tíma, sko. Já. Skal ég perma það? Þú getur líka keypt bara svona pakka. Nei, Búin með það. Það er gangstegna. Það er aðeins að fá smá skotið. aðeins að bæta á þetta. Þetta er farið að ilma virkilega vel og lúkka. Já. Þetta er að verða mjög spennandi þetta. Og nú er að koma þeim tíma í þættinum að munnvatnið fer að renna í munninum, sko. Nákvæmlega, ég var að fara að opna kannski eina rauðvín eða? Já, það ekki bara. Mér finnst það nú bara það. Sumardagurinn fyrsti frídagur á morgun og svona og við getum alveg leyft okkur núna að opna eina rauðvín. Þetta er eitthvað algjör snill, þetta hérna. Já, þetta er heldur snill, í sko. útileguna og Já, nákvæmlega. bara svona einu rauða heima á þriðjudegi. Svo ekki skemmi fyrir þessi fallegu búrgundi rauðinsglös. Já, ekta búrgundi rauðvínsglös frá Swisser. Það var búið að skamma mig aðeins fyrir að ég glemt að blögga stundum í þáttum, sko, þú veist. Svona, þú veist, bara svona. Þetta er ekki bara eitthvað svona skemmtiefni, þetta er náttúrulega bara plögg út í eitt. Þetta er svolítið eins og í poppinu í gamla daga þegar ég mætti í viðtölum. Já. Svo hitti maður eitthvað útvarpsmann sem maður þekkti. Svo bara spjölluðum við saman og svo fór ég heim. Glemt að plugga. Sagði aldrei eitthvað ballurinn að neina. Bara glataði inn. Þú fara að smakka. Er það ekki? Þú ert með mestu reynslunni í þessu. Þú segir það. Já, þú ert elstur. Og ég bara að segja frá þegar við hittum síðast það? Nei, Það hljómar nú bara sem mjög góður. Við erum ekki að leigubíl eftir. virkilega lyktar vel þetta fallega franska vín. Þannig að þetta er kokkanir. Þegar ég get staðfest að þetta er 17 gráður. Þetta er bara í réttu hittastíði. Já, ég held að það sé rétt hjá þér. Já, sem bara mjög nærri lagi. Mjög nærrilega, já. Það er svolítið hugulegt svona. Svona. Bjarni skutlar bara heim á Já. eftir. Það er fínt að við erum hérna bara í hliðina, við getum lappað bara yfir Ártúnsbrekkuna og eru komnir. Já, þið eru bara að fara í vinnu. Já. Þú veist hvað verður mikið úr því eftir? Við hljóttum að þó lit glasa rauðvín á þess aftar og fólk. Já, já. Ég vona að myndavél nái þessu. Þetta er farið að hvílít líta svakalega vel út. Þetta er ekki bara franskar, sko. Ó nei, ég sé það. Þetta er ekki bara franskar. Fallega gullnar. Nú, já, veitu, þetta er parmesan þá. Já. Já. Já, komið þið sæl. Má trúslega? Og tröfljóðlega. Svo ættu bara að bera þetta fram á þessu. Gull, falleg. Kjöti. Góðu landsmenn, þessa veislu getið þið farið að fá frá þessum snillingum hérna. Panta heim. Já, sækja er það ekki. Eru þið með heimsendingu? Já, já. Sendum heim. Meira þess að á þessum tímum þá keyrum við sjálfur heim. Já, á þessum tímum, já. Á þessum síðustu alveslu. En líður ykkur ekki samt bara vel í þessu? Jú, þetta er bara
Partur af þessu? Þetta er bara, já, partur af prógramminu. Akkur svona lítið í mín. Þú hefur bara tekið stóran sopa á hann. Þakka þér. Smá svona sinnefsfræði minna. Þetta eru, já, Piklu sinnefsfræði. sinnefsfræði. Gerir maður það sjálfur? Þú eru keypt það í selgjörnabúðinni? Þú getur keypt Já. Já. Hvernig spyrðu? Það er bara, já það er bara það þannig alltaf stundum að spyrja, sko. Það er nefnilega gott að fá svona svör, sko. Þið eru svolítið með svörin á hreinu. Já, já. Fæst flestar í selgjörabúðinni. Þetta er nú bara að fara að vera klárt hjá okkur, sko. Því karfa á... Jú, skera smá á þessum. Svona myndum við bera þetta fram ef við værum að fá fjölskyldunni mat. Rosalegt, sko. Og það var spurning hvort það eru einhver hnífapör hérna einhver staðan álægt. Já. Svona eins og hérna... Vili! Erum við með rönnir eða? Já, þú veist ekki, svona bara eitthvað frasi. Sko, þá er þetta tilbúið. Þarna koma hnífapörinn. Smellum þeim bara hérna. Fyrir. Öss! Þetta er þetta bara styrklast. Þetta er þetta mjög flott steikarsett sem fæst hérna í Bakko Ísberg. Virkilega smart. Við erum farið að nota þetta heima. Steiki hvert einasta mál. Má ég Þú byrjar. prófa? Já. Uss, maður! Tekur hérna. Myndu bara vera með beinni þannig að þú voru að feikja eitthvað. Þetta er vont. Ef þetta er vont þá verður að segja Ég, strákar, ég held að hérna, ég er ekki góður að feika. Fullnæðingar. Fersk lauk eða svona steik, þetta ferska Chimichurri. chimichurri. Algjörlega geggjað, sko. truflu majó, Truflu majó, truflu franskar. truflaðar franskar. Nú má bara sumarið koma. Nú má sumarið koma, maður. Það er bara Strákar, þetta er, ég segi bara, þetta er upp á 10. Þetta er algjörlega stöðla. Takk fyrir það. Nú verðum við að smaka hann á strúðu, ekki sko? Þessi grillun, sko. Nú ætla ég bara að bjóða, bara, komið nú bara öll og smökkum hérna bara í beinni. Þetta er, já. Þetta er algjörlega stöðla. Mjög gott. Skála. Takk fyrir að fá okkur. Ég ætla maður bara skála fyrir þessari frábæru frammistöðu hérna. Ég segi bara upp á 10. Þetta er bara með því bara, með betri steik sem ég hef bragðað. Takk fyrir það. Nú, eitt sopa, náttúrulega. Á Á milli. 17 gráður vínið með maður, Smellpassar. fullkomið, Já. fullkomið. Þessi meistarar eru semst að opna sælkerabúðina, nýju sælkerabúðina á Bitruhálsi. og það er að koma vefsíða sælkerabúðin.is í loftið og þeir eru núna með semst að þetta lúksveitingar. Já. Verður það starfrækt áfram? Það er áfram, Já. já. Ok, það verður starfrækt áfram. Það verður bara einu sem hliðar bara svona veislið þjónusta. Það með hitt verður svona Meira fyrir almenningi. meira bara fólk kemur og kaupir eða það senda heim. Algjörlega. Nú, eins og ég sagði á, þá er þetta næstsíðasti þátturinn okkar. Á föstudaginn, þá verður síðasti þátturinn og þá ætlar hann, Jói Fel okkar að mæta. Það er komin pressa. Elsku drengurinn og það verður gaman, við ætlum að hafa gaman í síðasta þættinum. Það er nú aldrei leiðilegt í kringum þann mann, okkur lakar mikið til. Hvet ykkur til að horfa og vera tilbúin, en ég hvet ykkur líka til að muna eftir þessum snillingum og sumardagur er fyrsti á morgun, gerum bara svona.
Og við segjum bara skál við þjóðina. Skál. Skál, kæru vinnir, og njótum og verum frísk. Takk fyrir í dag. Takk hérlega.